Við velkomin í orðræðana. Velkomin. Í dag tökum við fyrir spennu sem liggur djúpt í biblíutekstum tengdum komu vitringana. Þetta er spurning sem snertir eiginlega sjálfan kjarna guðlegra áætlunar. Var áformu Guðs sem hjálpræði, alltaf hugsa sem alheimsvænt, þar sem Ísrael átti að vera eins konar vitin sem lýsti öllum þjóðum leiðana? Eða er það kannski flóknara? Var áformið upphaflega bundið við eina þjóð og hugmyndunum að allir fengi inngong á jöfnum kjörum var síðan róttæk nýópinberun. Umræða okkar byggir á skýringum Marie-Noël Tabout við þessa texta. Ég mun halda því fram að við sjáum hér samfellda línu alhliða áform frá upphafi. Já, og ég sé þetta hins vegar allt öðru vísi. Ég tel að við séum að horfa á grundvalla breytingu, eiginlega rof, að þótt niðurstaðan hafi verið alhliða, þá var hugmyndin að aðrar þjóðir væru fullgildið samerþingjar. Hún var byltingakend nýjung, leyndardómur sem umbreytti öllum fyrri skilningum. Gott og vel, en fyrir mér er þessi samfella augljós. Hún byrjar ekki með Jesaja, heldur mörgum öldum fyrr í loforðinu til Abrahams að í honum skyldu allar ættkvíslir jarðar blessun hljóta. Þetta er grunnstefið. Spánumur Jesaja, þar sem segir þjóðir skulu ganga ljósi þínu, er því ekki ný hugmynd heldur ómur af þessu forna fyrirheiti. Sömuleiðis syngur sálmaskáldið konung sem ríkir allt til endimarka jarðar. Koma vitringana er því, hún er rökrætt afleiðing, fyrsta sýnilega uppfylling þessara spádóma. Þeir eru fulltrúar þjóðana sem eru kallaðir. Og þegar Páll svo skrifar til Efesesmanna, þá er hann ekki að kynna nýtt plan, hann er afhjúpa hvernig gamla planið virkar í raun og veru. Ég skil alveg hvað þú meinar með þessari línu aftur til Abrahams, en ég held þú sért að einfalda málið og einlega missa af aðalatriðinu. Þú vanmetur hversu átakandlega ný hugmynd Páls var fyrir samtíma hans. Að segja að heiðingjar sé hluti af sama líkama var ekki bara ný túlkun, það var guðfræðileg sprengja. Ef við lítum á Jesaja í sínu eigin samhengi, þá var áherslan á upphafningu og vegsemd Jerúsalem. Já, þjóðirnar koma, en þær koma með auðæði sín til borgarinnar. Þetta er sín sem snýst yfirburði Síónar, ekki jafnrétti. Og viðbröðin í Betlehem sanna þetta. Heródes og öll Jerúsalem verða skelfingulostin. Hvers vegna? Af því að hugmyndin Messías fyrir allan heiminn var þeim framandi og hún var ógnvekjandi. Þetta er ekki viðbröð fólks sem sér langþráðan spádóm rætast. Og Páll notar orðið leyndardómur einmitt til að undirstrika þetta rof. Hann segir breytt út að þetta hafa ekki verið kunngjört fyrir kynslóðum. Leyfið mér að grípa þetta með Jesaja, því ég held að lykkiljan að mínum málflutningi liggja mig þar. Það er svo mikilvægt að muna samhengið. Fólki sem Jesaja er að tala við, það er brotið. Það er nýkomið heimur á áratug og útlagt í Babylon, borgin er í rústum, framtíðin er svört. Það er í þessu algjöra myrkri sem hann segir, ljóma þú, því að ljós sitt er komið. Myndlikunginu ljósið er í eðli sínu útbreiðandi. Ljós er ekki til fyrir sjálft sig, það er til að lýsa upp umhverfi sitt. Veggsamt Jerúsalem er því ekki markið í sjálfi sér, heldur miðil til að upplýsa heiminn. Hún á að vera vitin. Ég er alveg sammála því að samhengið er úrslitaatriði, en ég les það á allt annan hátt. Þetta er hvatningareiða til hugfallinnar þjóðar. Megin áherslan er á endurreisn og upphafningu þeirra borgar. Og þegar textin segir að þjóðirnar komi með auðæfi Miðjans og fjarsjóði Saba, þá hljómar það meir eins og skattgjöf til voldugs konungs en andleg pílagrimsferð jafningja. Sýnin er miðlegni og yfirburði Jerúsalem þar sem aðrir koma til að auða borgina. Það er hímin og haf á milli þessara sýnar og hugmynda Páls að allir séu hluti af sama líkama á algjörum jafnréttisgrundvelli. Myndmáli hjá Jesaja það er myndmál heimsveldis, ekki samfélags. En gæti þessi auður ekki verið tákgræn að þjóðirnar komi með sínar bestu menningarlegu og andlegu gjafir til að leggja fótum Guðs? Sjáu þetta fyrir eins og byggingarárang. Allt frá fyrsta degi var teikningin af heilli höll, en í upphafi sáum við kannski bara grunninn og heldum að þetta er bara lítil kofi fyrir eina fjölskyldu. Jesaja sýnir okkur stærri luta teikningarinnar, en það er Páls sem loksins afhjúpar hana alla og við skiljum að allir eiga herbergi í þessari höll. Já, en býtu, þetta er falleg myndlíkung, en hún bara stenst ekki sögulega skoðun.
Ef teikningin var alltaf svona skýr, hvers vegna var þá allt vitlaust í frumkirkjunni? Af hverju þurfti heilt kirkjuþengi í Jerúsalem eins og lýst í postulasögunni til að útkláða hvort heiðingjar þurft að gerast gyðingar til að geta orðið kristnir? Þetta var gríðarlegt deilimál sem næstan klóð kirkjuna í tvennt. Það bendir ekki til þess að menn hafi bara verið að átta sig á einhverjum blæbrigðum í gömlum texta. Þetta var nýtt, þetta var róttækt og þetta var umdeilt. Ég sé alveg þennan punkt en það einmitt það sem túlkun Páls á lendardómnum kemur inn. Orðið mister merkir ekki eitthvað algerlega nýtt og ótengt. Það merkir guðlegan sannleika sem áður var hullin eða séður í skuggsjá en nú opinberaður á fullu í Kristi. Frænu var sáð hjá spámununum en það var fyrst með Kristi sem blómið birtist og menn gátu séð það í allri sinni dýrð. Þess vegna þurfti deilur. Það ekki auðvelt að horfast í augum við að skilningur manns hafi verið takmarkaður. Páll að útskýra hvernig hina fornu spá rætast, ekki að kynna nýtt plan sem Guð hafi dottið í hug eftir á. Hann að afhjúpa dýftina í því gamla. Fyrirgefðu. En ég kaupi það bara ekki. Leyfðu mér að segja þér af hverju. Orðalag Páls í Efesusbréfinu svo nákvæmt og afdráttarlast. Lengdardómurum var ekki kunngjörður fyrri kynslóðum, eins og hann nú opinberaður postulum hans og spámunum í andanum. Andstaðan milli þess sem var þá og þess sem nú sterk og hún vísvitandi. Þetta eins og lykilatriði. Það gefur til kynna grunnvallar breytingu á gæðum opinberunarinnar. Það var ekki bara spurning að lesa Jesaja betur. Það þurfti nýja opinberun, nýtt ljós til að skilja þetta. Annars væri öll dramatíkin í postulasögunni, þar sem Pétur fær sín áður en hann þorir að fara inn til Korneliusar. Hún væri algjörlega óþörf. Allt í lagi, við erum greinilega ósamála Pál. En hvað með söguna sem kveikti þessu umræðu í upphafi vitringana? Hvernig passar hún inn í þetta mynstur sem þú ert að lýsa? Fyrir mér hún fullkomið dæmi samvirkni. Þú hefur almenna opinberun, stjörnun á himni sem allir geta sé, náttúruna sem vísar á skaparan, en hún ekki nóg. Til að finna nákvæman stað þurfa þessi heiðni vitringar að leita til fræðimanna Ísraels og ritningana. Þeir þurfa spádómi Míka að halda. Hér sérðu hlutverk Ísraels í hnotskurn, að vera geymsla freyðheitins, varðmenn hinnar sérstöku opinberunar sem allar þjóðir heimsins muna á endanum njóta góðs af. Hér almenna og hið sérstaka vinna saman. En býðu nú við, ef þetta samspil var svona fullkomið, af hverju gengur það þá svona hræðilega öll í raun og veru? Fræðimenninni gefa upplýsingarnar en fara ekki fet og konungur reynir að drepa barnið, kallar það samvinnu. Fyrir mér leggur frásagnin einmitt áherslu á brestin í kerfinu, ekki samvirkni þess. Þeir sem eiga að þekkja ritningarna best vita svarið en gera ekkert. Þeir eru með kortið en fara ekki ferðalagið. Það utanakomandi fólk frá öðrum þjóðum sem sína frumkvæði, spyrja, leita og finna. Þessi djúpa andstaða milli þeirra sem eigi að vita en eru sinnulausir eða fjandsamlegir og þeirra sem vita ekkert en leita af einlægni, hún undirstrikar hversu byltingarkennt þetta Messias ekki einkaeign Ísraels, hann fyrir þá sem leita hans óháð uppruna. Þetta ekki staðfesting á gamla kerfinu, heldur áskorun á það. Ég sé þennan brest, en ég túlkaði hann öðruvísi. Ég held að hann sýni fram á að það ekki nóg að eiga ritningarnar. Maður verður líka að hafa hjarta sem leitar. Vitringarnir höfðu hjartað en þeir þurftu leiðskokritningarna. Fræðamenninni höfðu leiðskoknina en ekki hjartað. Þetta dæmir ekki hlutverk Ísraels sem geymslu fyrirheitnis, það dæmir þá sem tóku því sem sjálfsögum hlut. Hlutverk Ísraels var ennþá að vera leiðarljós, jafnvel þótt sumir varðmenn ljósins höfðu sofnað á verðinum. Þeir gafu samt vitringunum rétt svar sem leitið á áfangastað. Kerfi virkaði þrátt fyrir bresti einstaklingana. Að segja að kerfið hafi virkað þegar niðurstaðan var fjöldamorð á börnum í Betlehem finnst mér langsótt. Ég held að þessi frásögn sé mitt forsmekkurinn að því sem síðar gerist. Að þeir sem voru taldir fyrstir verða síðastir og þeir síðustu fyrstir. Að þeir sem voru utan sáttmálan sína meiri trú en þeir sem fætust inn í hann. Þetta þema sem gengur í gegnum allt Nýja testamentið og það byrjar hér. Þetta ekki samfella, þetta umturnun. Jæja, þegar ég dreg þetta allt saman, þá sé ég samfellta þróandi sögu frá Abraham í gegnum Jesaja til vitringana og að lokum skýringar Páls. Þetta ekki kyrrstaða saga heldur áætlun sem verður sífellt skýrari.
Ísrael var valið til að vera blessun fyrir allar þjófir, ekki til að útiloka þær. Koma vitringana er því fyrsta stóra uppfylling þessa alhliða boðs, fyrstu ávextirnir af mun stærri uppskuru. Opinberunin í Kristi er því hápunkturinn á þessari langu leið, ekki óvænt beygja út af henni. Og mín niðurstöða er að þótt áform Guðs hafi endað með alhliða hjálpræði, var leiðin þangað ekki bein eða fyrirsjónleg. Uppkaflegi sáttmálinn var sérstaklega miðagur við Ísrael og uppkapningu Jerúsalem, sú hugmynd að aðrar þjóðir getu gengið inn í arfleifðina á fullkomin jafnréttisgrundvilli var raunverulegur leyndardómur, djúpstæð og óvænt opinberun sem endur skilgreindi sjálft eðli fólksguðs og olli, eins og sagan sýnir okkur svo glögglega, gríðarlegum titringi og deilum í frumkirkjunni. Við virðumst þó geta verið sammála að þessi tekstar sýna fram á að áform Guðs eru mun víðtækari og dýpri en væntingar nokkurs einstaks hóps gátu rúma, hvort sem það var í Ísrael á fyrstu öld eða hjá okkur í dag. Spennan milli hinnar sérstaka köllunar Ísraels og alhliða umfangs sjálfbræðisins er lykilþema sem er augljóslega þess virði að kanna frekar. Algjörlega, og það skilir okkur eftir með þessa stóru spurningum eðli opinberunarinnar sjálfara. Hvernig birtist guðleg áætlun í sögu mannkins? Smá saman, eins og þú heldur fram, eða í skyndilegum, byltingakendum stökkum, oft á hátt sem kemur jafnvel þeim trúestu á óvart. Það er efni í aðra umræðu.